Dr. Fútból heilsar eftir einhvern allskemmtilegasta íþróttaviðburð seinni ára körfuboltaleikur milli Gunnars Birgissonar og Auðuns Blöndals sem að fór fram á laugardaginn fyrir viku og ég átti eftir að hefði ekki hitt þig síðan það gerist, Gunni minn, til hamingju. Til hamingju. Takk fyrir það. Já, þarna komst maður að því að faðir tími einhver ógeðislegasta skepna sem þú glímir við og hvernig hann hefur klukkað náttúrulega mig sjálfan en hinn að bara Auðun Blöndal skurður að mannlegur eftir allt saman það var stóri eye-openin í þessu öllu faðir tími viðbjóður bakka á steyptan vegg sko á hann? Já, ég meina hann naut sterkur ekkert eðlilega sterkur sko ég að fara að hitta hann í FM95 blöð í dag já, og ég ætla svona aðeins að láta hann heyra því að hann fór úr sporthúsinu og ég sá það á úthaldinu á honum af því að þú veist hann búin að vera í sporthúsinu þannig það kemst ekki upp með að gefa ekki allt í hver einu stjúi ég sá hann búin að vera svo í skrautliftingunum núna búin að vera að leika sem bísinn og trísinn og allt þetta og ég sagði já það svona þegar menn fara frá mér í sporthúsinu því ég krefst alltaf aðeins meira af þeim sem að æfa já, þessi aukaæfing það aukaæfingin, þetta sé eins og Hjálmarörn núna, alltaf á aukaæfingu en þetta var það eiginlega svona það smá hræðir mann hvað maður hefur fengið bæði fyrir og eftir hvað maður hefur fengið mikið viðbröð með hvað þetta raun og veru sko en það sýnir kannski bara PR-maskinuna sem að þú ert já ég bara við settin hann ívent á því ég vissi þetta frábær ívent og þetta var frábær ívent þú stóðst eins og hetja settið 2 þrista í smettið á honum búið að fara yfir þrista prósutuna hjá Auða Nei, hann bara var ekki hittið það var heldur þetta ekki hann fann að vinna með að taka bara þristin og hlaupa eftir boltanum sko það var bara ekki hans staður fyrir utan en sko ég ekki að ljúga þið samt þegar ég lapp inn í sal þá sé ég að hann bara að láta rigna fyrir utan og þetta ekki lygi sko svona, og þegar fyrsta dræfið kemur hjá honum og hann fer fram með þá ég segi bara þetta búið Nei, þetta var glæsileg framistæði hjá okkur báðum og þeir voruð ykkur til sóma þarna Sauðárkróki til sóma alveg bara öllum til sóma og íslensku þjóðinni Matsa taksdagur á morgun í boltamannum fyrir þá sem að með börn það ekkert að gera, það ekki enski boltin það ekki Doxon á morgun fariði í boltamannin krakkar að skiptast á myndum mætir að einhver TikTok trúður nógum að vera TikTok strákur einhver, þetta ekki bara fyrir börnin Hjörvar þú gafst okkur inn að síðast, ég var ekki eðlilega spenntur að opna það ég alltaf spenntur að opna gullpakki minn hvað varstu? Já, svektur maður Brownhill Josh Brownhill kongurinn í gullpakka Brownhill þessi dagur á morgun í boltamannum auðvitað minni á jóladagatölin eru klár núna bolta jóladagatölin ég að fara með mína, ég ætla að sækja hana fyrir úr leikskóla og ég ætla að fara með hann þetta á laugardaginn og kitta hann upp nei, ég fyrir næstu viku ég ætla að kitta hann upp, ég ætla að fá með hvítu Arsenal-treyjuna, ég eftir að fá mér hana og ég ætla að kaupa sett á hana líka mér finnst vel á það fólk að svona deila með sér sinni minningu af enska boltanum og öðrum með pay ef þið vantar eitthvað upp á þá getur þú payað restina og það ekki engi vextími að segja 14 daga eða eitthvað álíka hjá pay já 0% vextir í 14 daga Þú varst að tala að einhvern leikmaður sem að þú væri til eins og mynd með Richard Dunn Já, Dunn, svona Barclays legend mynd Hann með Hey, I did that Ertu búin að posta henni? Já, ég búin að posta henni okay. Hey, I did that Já, vel gert Já, ég búin að posta henni, ég og Richard Dunn Við fórum aðeins yfir mál, hann og Klintil Svo það Domino's pizzan, góða pizza með pepperoni og lauk hef verið að díla við samskipti við unga fólkið sem að ekki hrifið af lauknum en Dr. Fútból berst fyrir þessu eins og öllu öðru Þetta pizzan sem ég át þunnur í Sagamýrinni alla sunnudaga, svona 40 sunnudagi röð þar til að Dominos tóku laukinn af okkur. Já. Nú hann komin aftur og lifir betra lífi en nokkru sinnum fyrr. Það Dr. Fútból pizzan hjá þeim. Drengir, þetta liftingarsett frá Fitnessport, það eina sem ég vil í jólagjöf. Þannig að þið getið kannski hóað saman einhvern 20 manna hóp og keypt þetta með svona sett, þá ég mjög glaður. Já, við erum byrjað á því. Við slum fara í spurninguna áður við förum mikið lengra en þetta. Hún með tölvutek og væntanlega einhverja konur þarna úti sem láta sér dreyma þurrkara eða þvottavél í konudagsgjöf í febrúar. Þá bara spenna greipar og vonaða besta því að þetta fæst allt saman í tölvutek, aldrei mig veg og gleðilega nýtt græju. Já, gleðilega nýjan græju vetur. Já.
Það ætla nú ekki að segja mér en það. Þetta verður græði jól, já. Strákar, þetta er keppni upp í 3, sá sem er fljótari að koma með leikmann sem er spilað fyrir Arsenal og klúbbin sem ég segi. Ok. Skiljið hvert ég er að fara? Já. Þá ætlum við að fara í bara Arsenal og Tottenham. William Gallas. William Gallas? Nei, jú. Bentley? Það er ekki rétt, William Gallas er rétt. Gallas var í... Gallas er rétt. 1-0 Gunni, 1-0 Gunni. Já, nei, það er 1-0, það er búið. Já, næsta. Þessi barndagi er búinn. Já, ok. Já, þetta er upp í 3. Já. En Bentley ekki? Jú, en hann var undan. Já, ég veit að. Hann hélt áfram hann að ég byrja að frík út hérna. Ég held þetta væri sko fyrst til að nefna 3 leikmenn sem... Nei, nýtt lið. 1-0 fyrir mér, já. Arsenal og Barnsley. Siggi Jóns. Rétt. Arsenal og Manchester United. Silvestri 2-1. Djúvillir í hægur maður. Átt hægur en flottur. Arsenal og Brighton. Ben Wright, já, hann var undan. Þetta var Nanosekunda þarna. Þetta var tæft. En þú heyrir það, hann er ekki með hann grunn og getur betur eins og ég. Ég fer beint í eftirnafnið. Það er nóg í getur betur. Já, ok, ég vil bara klára því. Ég klára all mín verk. Við gerum eitt eins og getur betur hér. Styttum ekki leiðis. Förum svo í næstu spurningu. Arsenal og AC Milan. Bentner. Nei, Giroud. Oliver Giroud er rétt. Ég var að reyna að fá þau til að segja afaðin, en það er bara, ég steytti ekki leiðin. Hann vann kannski, en hann tapaði í grunninn. Já, tapaði í grunninn. Já, vel gert, Albert. Fyrir þá sem er að horfa á YouTube, þá er ég að reyna að tengja hérna aðeins smá. Já, þetta er bara Þetta er lifandi þáttur og sýnir það að við erum mennskir. Já, ég var að verða batteríslausi þarna, við slum henda þessu öllu saman í gang. Já, hér er lagið góða. Byrjum þetta íslenska landsliðið að spila í gær, verðum að byrja þar. Besti bitinn frá Samherja. Já, það eru þorskknakkarnir. Þeir tala það bara eins og bara Nautalund sko. Það er Nautalund, það er bara Nautalund hafsins. Og svona görur eins og Albert Ingarsson geta meira að borða þetta. Ég þarf að smaka þetta. Þetta er Nautalund hafsins, ég skal segja þér það. Ísland er komið upp í annað sætið í riðlinum. Já, 2-0 sigur, þægilegur sigur á Azerbaijan. Sko bara maður er svo brendur eftir fortíðina og vanur því að Ísland svona sem krakki að töpu alltaf þarna á þessum staði í heiminum, í Sovétríkjum. Ok, einstaklega jafntöfli, en hér vannst bara þægilegur 2-0 sigur. Arnar Gunnlaugsson kom okkur á óvart, kom með Jóa Berg inn í lið sem stóð sér vel. Já, það var mjög góður. Já, það er svona 2 gæjarna sem eru alveg helviti góður í íslenska landslið. Það er Hákon Haraldsson og Albert Guðmundsson. Meiri áttar báðu 2. Það er reyndar liðið spilaði bara allt liðið vel. Já, það var bara þannig og fílaði aðeimitt að landsliðið er orðið svona svolítið unpredictable. Þú veist, það er ekki, maður gati yfirleitt giskað á 11 stöður og verið með, þú veist, aldrei minna en 10 rétta einhvern veginn. En mér finnst eins og það sé svona aðeins meira Þú lítur að vera með 10 rétta eitt gær. Já, svona Er það? Já, kannski Kristján Hlinsson svona 9 rétta. Ég hef alltaf haldið að hann kemi Jón Degi þarna fyrir, sérstaklega því að hann er byrjaður að skora í Þýskalandi líka. Þannig að ég hefði haldið að hann hefði komið hann fyrir en Kristján klálega verður þarna á vangin en sko Jón Dagur skora 1 mark, við slum fara alveg hann er ekkert byrjað að skora Já, það er meira heldur en að skora á síðast tím ég ætla að klíra þetta bara Já, sko Þú byggir ekki þess að brýr milli Alberts og Jónstags og hans fjölskyldu Ok, ég get viðurkennt að ég var að reyna það Þetta verður ekki list hér Nei, ok Ég kann svo vel við Jóndag, ég dýrk hann sko Ég sá þetta Azerbaijan lið spila hérna á Laugardalsvelli og ég er alveg sammála, íslenska lið, sérstaklega í seinni hálfleik, mjög gott. Það var alltaf verið að tala um eitthvað, já nú eru þau náttúrulega heima á velli, þú veist, ég meina, þeir voru ekkert að fara að breytast í eitthvað Barcelona-lið þó þeir væru að spila heima hjá sér. Nei, veist hvernig þetta er samt, þetta er oft svona ólík skeppna þessu Austur-Evrópulið þegar þau komast á heimavelli sinn. Já, þau gerðu jafntefli á móti Úkraínu. Já, en eins og segi, þetta er bara lið sem við eigum að vinna og unn. Já, ég sammála því. Frábærið fyrir áleik seinni, það var svona smá eins og voru bara svona að testa hvað við komumst upp með. Já.
menn að hvíla sig. Flottur leikur og já, eins og ég sagði, Jói Berg lagði þarna upp frábær sending á Sverri, svona hvernig hann fylgdi vinstri löppin eftir og svona, þetta var svona eins og þú í körfunni fylgdi hérna follow through það er cool sko hann er áblæð að vera að horfa á þetta og hugsa ég ætla að gera líka svona follow through en það er eins og Albert segir að jú, það slaknar svolítið á þessu í seinni hálfleik og kannski aðeins of þessi sending frá Elíasi þarna á 8003 ef þeir hefðu skorað þar þá hefði þetta náttúrulega verið mjög óþægilegar loka mínútur af því þeir eru alveg farnir að svona aðeins að sækja sér veðrið þetta er bara óþarfi í raun og veru maður er ekki séð íslenskan landslið oft í einhverju svona óþarfa stöndum aftast. Nei, Guðlaug Viktor fyrir líka bolta fyrir aftan sig og það var svona, það var líka nokkur segikaplar í fyrirháleik, sérstaklega Daniel Leo var í smá brasi en þú veist, maður skilur þetta það var kannski versta bara, þú veist, að ná ekki inn í þessu þriðamarki til þess að geta farið að hvíla Arnar býður svolítið mikið með skiptinguna þú voru ekki alveg að rótira strax sko. Nei, en ég held að menn sé nú bara feskir eftir þennan leik og kannski ef við gerum þetta aðeins upp með Kia af því að það er svo sem ekkit yfir þessu að hanga ef við förum bara í einhverjunnar Elías Rafn Ólafsson bara, þú veist, erum við 1-10? Já, 1-10 bara 6 Það er hendi 8 Ég ætla að hendi 7, 5, 8, já Hvað ertu með? Hann heldur hreinu en vera hann eitthvað þú veist, hann var shaky hann það var næstu ég ætla að segja 7 ok, ég skal saman 7 góða fyrirgjafur sem hann átt að líka Gulli Viktor 7 já, þetta momenti sinni, já, 7 Sverri Inga 9 já, endur bara 9 Daniel Leo heldur hreinu 7 það voru 2-3 momenti í þessu leik Mikael Egil, Mr. Back hann var mjög öflugur 8 Ísak Bergmann aftur mjög öflugur 8, 9 þetta frábær sending klárgaur Hákon Arnar Haraldsson sem leik í treyju nr. 9 við erum að vinna með komur líka ekki nei, ok, 8 þá 8 nú 3 fremstu það er Kristján Linsson í 7 bara 7 Albert Guðmundsson 9 Jói Berg 9 Her og Andri Lukas 7 Það eru faglegir þessi strákar mínir mér finnst alveg galið að fara að taka einhverja út fyrir sviga fyrir einhver svona smá hnökra hingað og þangað þegar við vinnum 2-0 eins og þú segir þú veist, úti í Azerbaijan það er mér finnst það bara, já, þetta var samfærandi sigur lagst það einhverjum 7 ég er að segja það, sem að mér finnst faglegt einhverjum er ekki eins hjá fótmopp og sófa ok sófinn er með öðruvísi ok ég hef hingað til verið fótmoppkall já, ég er fótmoppkall ég tók ástfóstri við sófan já, ok ég er sófakall það er ekki allir það er vissulega ekki allir þar en sjáu hérna, það er alltaf einhverjir þar er Albert Guðmundsson bestur ég held ekki orðin sófakall ég held ekki orðin sófakall allir mér finnst þið faglegri og það skiptir mig máli í mínu starfi og mínu leik Albert er reyndar, hann er í 7. sæti í average rating á fótmopp yfir undankenni hann er búin að vera meiri á það hann er búin að algjörlega meiri þú bara mátt vera stoltur að hafa hann sem frænda ég er stoltur að þetta snýst náttúrulega bara allt núna að eiga hann sem frænda við hefum alltaf snúið sem það nú þurfum við að fá allar þessar stóru fallbyssur til þess að performa í Pólandi við ætlum aðeins að kíkja á leikinn í Pólandi gerum það með Tékklandi bifreiðaskoðun 15% afsláttur og segir að Dr. Fútból hafi sendið í Tékkland bifreiðaskoðun nóvember á engan mánuð aftan á númera plötunni þinni svo það sé á hreinu þó hann endi á 11 þá er samt í janúar eða skiljið mig krakkar nú frakkarnir, afsikið Úkraínumenn á sunnudag Úkraínumenn töpuðu á sunnudag og í gær fyrir frökkum, þetta enda nú 4-0 þetta, maður beið svolítið eftir fyrsta markinni á frökkunum en svo kom þetta og þá gáðust þið bara upp Úkraínumennir er ekki komin tími á að vinna Úkraínu að gera eitthvað á móti jú, ég held að það sé klárlega komin tími til þess það er svona
Það hræði mann smá að mögulega hafa þeir verið eitthvað aðeins að rótera liðinu þarna út í Fraklandi. Sudakov og Mikolenko eru ónotaði varamenn, Kaliusni sömuleiðis sem að skoraða mot okkur. Ég held að séu klárlega möguleikar í stöðun og ég meina við sáum það, ég meina á löngum köflum á Laugardalsvelli að þá var Ísland bara betra liðið. Mjög einfalt. Hvernig spilum við Albert á sunnudaginn? Ég held að við förum í 4-4-2. Ég get alveg séð 1 eða 2 breytingar á liðinu. Ég held að Jón Dagur getur komið inn. Já. Gæti kvilt Jóa og Daniel Tristaninn. Þá sé ég Kristján út og Jóhann Berg. Það 4-4-2. Albert á vinstri kantinn. Já. Ekki saman því, Jón Dagur hægri, Ísak og Hákon og bræðinni frammi. Jú, hann gæti alveg gert það. Þú veist, jú, ég held að hann færi frekar í það heldur en eitthvað 3-5-2 eitthvað svoleiðis. Nei, ég held að sé ekki. Við vorum í 4-4-2 mótið þeim hérna heima, stýrðum algjörlega þeim leik og ég held að hann Arna fari ekki inn að leik og bara, byrja bara strax að halda jafnteflinu, sko. Það hættulegur leikur. Já, það mjög hættulegur leikur. Við þurfum jafntefli, okkur nægir jafntefli sem svolítið svona góð tilfinning af því að núna skiptir kannski, ég skipti auðvitað það hefði alveg verið gaman, en jafntefli um til Frökkum hefði bara sett okkur í sömu stöðu. Þið veitir hvert ég að fara. Já, Frakkarnir með flottan sigur í gær á Úkrænumönnum. Hvað var það? Mbappe með fyrsta markið og svo var það Olise, Mbappe aftur og svo ekki tekið. Fyrsta mark hans fyrir Frakka á gott mark og svo smá Henry fekk boltan á kantinn, sprengt upp og þrýtningu við Mbappe. Kili Frakkarnir miklu betri og ég líka, þú veist, ég meina við munum bara hvernig þessi Úkraínuleikur var hérna heima, þú veist, hvað var aftur XG þeirra, það var eitthvað bjánalega lágt. Þeir ekki að fara að hitta aftur á. Ég skil ekki á hverju XG þeirra var svona bjánalega lágt því að þegar Mikael Egill hittir ekki boltan þá skora hann inn í autt markið. Á hverju var það bjánalega lágt? Ég skil það lítur að vera 0,95 sjens það færi. Men ekki eftir að Mikael Egill þarf að vakka honum fram og allir að tala erum við svo lágt XG. Þeir skoruðu allan 1 mark náðast inn í markin. Þeir meta það sem 0,8. Ég meina, hann var inn í markinu. Þetta, þú veist, það lítur að vera herra. 0,18? Nei. Það er mjög skrítið. Þá hljótið að vera að nota fotmoppa því að það er náttúrulega ekki faglegt. Já, sófaskorið er faglegt. Sófinn er alltaf. Þetta satt, sko, þeir skora 3 mörk á móti okkur næma af þessum 5 fyrir utan teik. Allt svona cutback, bæði mörkin sem við fengum á okkur á móti í þessum úrslitaleik fyrir hvað, 1 ára eða 2 ára síðan. Nákvæmlega eins, fyrir utan. Við erum búin að fá 5 mörk á okkur í 5 leikjum fyrir utan teik á móti. Þeir herri alltaf á okkur bakverðin á cutback út. Það er spurning hvort að Arnar horfi ykkur að 6 þar til að mæta því. Já, herri, ég ætla að brjóta þetta aðeins upp, strókar. Já, við gerðum þetta upp með Eggert Aron á leiðin inn í hópin. Já, hann er komin inn í hópin. Gerðum þetta upp með Kia að sjálfsögðu. Hefur ekki að fara að Páranka. Gerir Párankum aðeins í byrjun. Já. Þetta er Dynout.is. Gjafabréf frá Dynout er frábær jólagjöf. Já, gefa upplifun í jólagjöf frá Dynout.is. Já. Gunni Birgisson og einn af þeim sem hefur svo sannarlega gert það. Gefur upplifanir. Ég gef upplifanir, já. Ég gef ekki verallega hluti en ég gef upplifanir. Klestan vinnur. Takk. Herru, hvað ætlar að Páranka fyrir þjóðina? Herru, ég ætla að Páranka mönnum hefur verið tíðrætt hér hvað hefur verið gaman að vera United stuðningsmaður. Og ég saknaði enska boltans, ég viðurkenni það. Ég bara rétt upp hönd og viðurkenni það. Ég ætla að Páranka topp 5 verstu momentin til þess að vera United stuðningsmaður. Topp 5 verstu manns, en þú ert ekki Manchester United stuðningsmaður. Nei, ef ég væri Manchester United stuðningsmaður. Já. Það má alveg setja sig í spor United manna. Er það ekki allt í lagi þínu vegna? Jú, ég samtíð. Er það svona eins og ég myndi segja vestu Arsenal? Þú ert nú alveg Hættu! Ég er að Páranka. Já, nei, ég er bara að segja ef ég var að gera það. Því ég er bara að reyna að ekki skemmar listan fyrir mér einmitt, út á einhverju svona. Ég þólið ekki. Ég þólið ekki. Gjör svo vel. Topp 5. Herrið, nummer 5. Það er David Moyes tíðumbilið eins og að leikur sig 2013-14. Náttúrulega stígur á svið eftir bílunum og við getum orðað þannig að hann söng falskt. Fer í undanúrslit í deildarbikarnum og David De Gea fokkar í upp. Já. Númer 4. 3-0 tap heima fyrir City og Liverpool. Herru, það er í marsmánuði 2023. 7-0 tap á móti Liverpool. Já, það var reyndar
mér var alveg sama. Nei, hún var það ekki. Nei, Hún var það ekki. Ég var ennþá Þetta var þurr heima eftir að deildabikarin. Þetta tóku Newcastle í deildabikarin. Ég var bara ennþá í einhverju eftirparti eftir það, sko. Þannig að mér var alveg sama. I ate to break it to you, Arsenal fans. Já, einmitt. Ég vissi að það myndi koma. Númer 3. Það getur aldrei bara, já, einmitt. Vil ég aftur eitt? Ég er að sjá hennar lið. En vil ég aftur eitt? Ég með það. Herri, númer 3. Það ég valdi þetta nú sérstaklega fyrir þig. Þetta hefur væntanlega verið blýþungt. Það Villarreal tapið í Europa League úrslitaleiknum þegar David De Gea brennir á vítinu. Já, eftir að það voru 12 vítaspyrnur þarna. Já, ok. Það hlýtur af að sviðið þess. Það var, já, fúlt. Sem Álmakall. Það sem að leiðilega við það var samt að það var ekki alveg úrslitaleikur því að það var ekki áreyndur. Football without fans is nothing. Þessi lína sem ég bjóð til. Jú, þú bjóðst þann til. Og númer 2. Herri, númer 2, það brotthvarfsvör Alex, 2013. Já, eitt sem verða allir menn að kveðja. Já, ég sammála því, en ég ætlaði líka að hafa Solskjær þegar hann kveður. Það særði mig, sko. Það særði mig líka. Já, það særði mig. Númer 1. Númer 1, það þegar Aguero skoraði á móti QPR 2012. Já, það sveið. Þú getur ekki komið ykkur að liga sögu núna. Nei, en ég held að hann satt að reyna. Nei, ég held að það moment hafi verið upphafið af Van Persie titlinum. Þá var ég bara, heyrðu, kallinu það reyður núna, hann rífur Van Persie besta leikmann deildarinnar af Arsenal. Fast forward 3 months. Hann mættur í treyjunum með 20. Og síðan hvað? Og ég keypti alla litina. Síðan hvað? Og síðan hvað? Síðan vannaði titilin. 2013. Já, breyti því ekki að þetta augnablik sveið. A billion years ago, sko. Já, en það skiptir ekki máli. Það var ekkert við þess að gera. Það hefur verið fúlt ef þetta hefur verið móti. Viðurkenndu það. Ég ætla reyndar að sjáta á El Jóhann, vinn minn, sem kom með hugmyndina eins og lista. Herðu, viðurkenndu það, þetta var góður listi. Já, fíll listi. Þetta kóður óvart þetta párang, eða ekki? Jú. Þessi var góður. Þetta var lindar ekki gott bæð. Já. Margir að tala 6, 7. Ég tala 8. I hate to break it to you. Það alltaf áfram. Hvert ég var að fara næst? Það búið að koma mér úr jafnvægi hérna. Ekki fara til Írlands? Ná, förum til Írlands með Nokko. Það Nokko pop-up búð í Smáralindinni í gamla útilíf svæðinu. Endur að kíkið þangað. Sé, svengin mættur á borð. Það alltaf gaman að sjá svengan á borðinu í Alberti Ingasinni. Írar gerðu sér lítið fyrir og unnu Portugal 2-0. Leikur sem skipti Portugal svo sem engu máli en skipti Íra öllu máli. Skipti Ronaldo máli. Í ykkur metapælingum. Já. En fyrir þetta það, engu. Nei. En hann missi samt að sko, heima leikum út Armeníu sko. Já, sem er leit sinna, þannig að það ekki sér 1000 mörg. Hann ábygglega pyrraður við því. Já. Hvern var hann að reyna að svingi? Nathan Collins eða? Var það ekki? Jú. Var ekki hann sem að þetta? Jú. Er það ekki maður sem allan langar að svinga þess í? Nei, allavega ekki mig. En þeir voru búinir að, þetta bara var plan í raun og veru sem að Heimir byrjar náttúrulega bara daginn fyrir leik með því að byrja því að pitsa svona á að hann sé alltaf að spjalla við dómara og þú veist, svona sáir einhverjum fræjum og þetta var 70 skák sem að hefnaðist fullkomlega því að það fyrsta sem að Ronaldo gerir að vaða í ennið á Heimi eftir að hann reikin út af. Já, en þeir tókust síðan í hendur. Já, það var þetta ekki svona kaltæðnislegt. Já, Bragi, ég ætla að þakka þig bara kærlega fyrir versta leik sem þú nokkuð tímann dæmd. Var þetta ekki þannig? Jú, þetta geti að vera þannig. Já, þú gerðir þetta. Heimir var til í það eins. Heimir var til í það. Bragi hefði ekki verið til í það. Hann sænaði upp í þetta. Sjá vindir hann að heyra með þetta. Er þetta Pinto hérna sem var hjá Sapinto sem var hjá Portugal? Það hlýtur að vera. Og aftan. Þetta er ekki venjulegur öryggisur, þetta er Pinto. Það er bara hannig. Já, Ronaldo, en eins og heiðursmaður Ronaldo reif bara í spaðan á Heimi Hallgrímssyni. Þetta er búið og þetta er ekkit flóknara en það. Sko, Ronaldo pirraði mig alltaf. Sérstaklega þegar hann var í United og Real og svona. Ég fann að elska hann. Já. Hann er bara smá svona eins og Mourinho. Hann er svo umdildur, alltaf læti í kringum hann. Af hverju horfður svona á mig? Er þetta ekki samanlega? Þegar svona karakter fer úr boltanum, það fer svo mikið. Ég veit það. Og búin að koma þessar smáþjóð á allt þetta sem er búið að gera. Þetta er náttúrulega Portugal. Veitu hvað er margir sem búið í Portugal? Það er svo margir sem halda þessi svipastóru og Spánn. Eða Ítalía eða eitthvað slíkt. Þetta er bara pínu lítið. Kendi 9. Ég held að fyrir utan auðvitað Grikkina, þessari öldri náttúrulega fáum næsta þjóðin sem eru unnið Evróputitilinn. Evróputitilinn?
En flottur sigur hjá Írom. Bara sturlaður sigur og ég meina, við ræðum bara þetta afrek heimis að það var einhvern veginn stóðið að þannig öll spjót og fara að sækja þennan sigur 2 góð mörk á Parrott og enda þennan leik svona. Veistu með hvað liðið hann spilar? Parrott? Nei, ég get ekki giskað á til að byrja. Jó, ég veit það. Er hann ekki hjá Asita? Jú. Hann kemur ekki Tottenham Akademíu. Kemur ekki um þess að frægu Tottenham Akademíu. Hvort eru færri sem búa í Grikklandi eða ég held að sé Grikkir séu nú færri en Portugalarnir, því að Portugalarnir eru þetta það eru sveipamargir. Já, ég held að 10 miljónir Grikkir 10,4 og 10,7, þetta er sami fjöldi. Já. Er það ekki? Jú, Grikkirnir eru færri, 300.000 færri. Einu Íslandi færri. Já, Grikkirnir eiga bara miklu meiri pening. Það eiga allir peningi í Grikklandi nema ríkið. Er ekki með stjættaskipt? Nei, sko, Grikkir eiga allir nógu seðlum. Það er þannig. Þeir bara hafa ekki áhuga að borga skatta. Já. Það er svona, þeir eru svona opinber gjöld og svona drasl. Þeir hafa ekki áhuga á þessu. Ég hef engan áhuga að borga skatta. Nei, ég hef fullt af seðlum. Ég myndi að þú getur bara sett allt í vasan. Það verður þægilegt. En Írar mæta Dominik Szoboszlai og félögum í ungverska landsliðinu á sunnudag og leikurinn er klukkan 2 fyrir áhugasama. Við verum að sjálfsögðu með Dogsón hérna klukkan 5 á sunnudag þar sem við förum yfir þetta á YouTube og bregðumst líka við þessum úrslitum frá Írónum. Þeir, sko er það ekki rétt, þeir þurfa að vinna. Jú, þeir þurfa að vinna. Írarnir verða að gjöra svo vel að vinna. Þetta tap í Armeníu er dýr djöfull. Svíður svolítið núna. En byrjun hjá þeim á þessu riðli. Heima jafntefli mot Ungverjum og svo tap Armeníu. Maður bjóst alveg við að Heimir eru bara látið fara í miðri á þá Heimir er svolítið með dómarinn með sér hann færi alltaf rautt spjald á anstæðingin hefur það ekki búið að vera alltaf sagan í þessari undakefni þetta er bara, hann er ekki með dóm þetta er bara rautt spjald já, nei, ég er að segja bara, þú veist, þeir eru búin að fá anstæðingar hann fikk rautt, er það ekki á móti Ungverjum, heima Armeníu heima og Ungverjir heima þetta er þriðja röð þannig að þeir hafa verið að en hvað þjálfarar og vestmannegar já er það ekki svona hlutvarslega svona alveg galin tölfræði hversu margir? Nei, ég meina, nú er Hemmi Hreiðars að taka við stærsta klúbnum á Íslandi einum stærsta klúbnum á Íslandi í boltaíþróttum segðu þetta við Dave James, hann var ekki hrifinn af þessu nei I'd put Stjarnan við erum náttúrulega með Gunnar Heiðar að taka við risastóru batteri upp í Kóp heldur betur Eyjamaður Það vorum Áski Sigurvís í landsliðinu Já, ég er alveg svona ég meina hversu margir þú ert bara að tala um HK þið skilja þessi umræðar að fara eitthvað út ég er að gleyma einhverjum einum mér þú ert að gleyma náttúrulega Erlingi Richardssoni Erlingi Richards maður bak við HK-titilinn þannig að þú ert að gleyma Kjartan Másson kemur upp núna úr Eyjum þeir koma alltaf af Kjartan Másson þú veist, til dæmis svo bara núna tökum við bara til dæmis bara svo Garðabær og Kópavog sem margir þjálfarar hafa komið úr Garðabæ og Kópavogi já, ég meina Óskar Hafnin og upprunalega Kópavogsbúi fóreldrar hans úr Kópavoginum en hann er Vesturbæing nei, hann er Kópavogsbúi ég veit ekki hvort að hann er það já, ég veit ekki hvort hann ræður því ekki nei, ok hann ræður því ekki nei, hann er það bara Sigur Nálas þú getur skipt orðið allt en þú getur ekki skipt orðið þetta Kópavogsbúi, ég meina Arna Gretarsson er náttúrulega parselþjálfari Ómar og Ingi náttúrulega gera frábæra hluti að inn í KFC rétt, og með HK ég var bara að velta þessu fyrir mér ég fekk hann að móla sendan hinn daginn bara hvað er að gerast með þjálfari í Vestmannum minna spila ekki Moisi í Eyjum jú Moisarinn var þar já, Írar við höldum allir með Írum hér hann er búin að snúa sig við nú er þjóðin komin að pakka við þeim já þangað til á sunnudaginn og ég byggur nú já, við höldum áfram að skoða það sem gerist í Evrópu í gær með Hertz, ekki bara bílaleiga heldur líka bílasala, svo sniðugt þegar þú ferð til útlanda alltaf að taka Hertz, eitthvað sem hún þekkir þetta er heldur betur brandið sem hún þekkir Tom Brady er auðvitað þeirra andlit í Ameríku hér á Íslandi, það er að koma stórt andlit stay tuned er eins og ég get sagt ykkur stay tuned, segi ég það er ekki Tom Brady en it's up there ég ætla alveg að leiða mér að vera spenntur já, þú ætla alveg að leiða þér að vera spenntur núna
Norðmenn unnu Eista 4-1 bara 4 mörk í pungina góður Já, ég meina Sörloth með 2 og svo Holland með 2 á, þetta var 12 mínútna kafli eða eitthvað Stóru menninir Eru Norðmenn betri, þeir eins og Arsenal eru þeir betri á Martin Ødegaard eru komnir á þann stað þegar Ødegaard hefur linna aldrei farið í stórmót núna lausið við hann þá eins og liðið fara að blómstra Býtu, var ekki Ødegaard frábær í fyrstu leikjum áður að mittist Það er að klára verkefnið hann var búin að koma langlegana með það Þetta bara, loksins Norðmennir að fá þetta til þess að tikka og og þá hann ekki það svolítið síðan reyndar þú veist, hann var til dæmis þetta sama sem merki við að það hans í fjárverandi nei, það er bara ekki neitt það er ekki að setja neitt saman sem merki við það og það er náttúrulega allir að tala þennan fræga sigur á móti Ítalíu 3-0 það sem hann náttúrulega lagði upp og var í stóru hlutverki þannig að það svo sem þau rök halda ekki en þessi Íslandsleikur þeir eru náttúrulega bara miklu betra lið og Haaland, Sörloth, Nusa bara því líkt þrenning þarna fram á þau sko Ødegaard hefur spilað 5 leiki Nusa er ekkert eðlilega hann er mjög skemmtilegur, þetta er skemmtileg kantar Bobbarinn og Nusa hann Ødegaard hefur spilað 5 leiki í þessu undankeppni, skorað 1 og lagt upp 7 er það nóg fyrir Haflason? Já, í hvað leikjum er þetta móti Moldavíu skiptir ekki máli þarf ekki að vinna þá leiki líka verða anstæðingin hvernig fór hann? 11-0 eða 11-1 þetta er nú ekki leiðilega en það að skora hvað eru þið með? Þeir eru með 33 mörk í 7 leikjum 33 mörk, 4 fengin á ástæðan fyrir að þeir mun ekki gera raskat á HM eru lélegur markmaður og slægir hafsendar skulum býða og sjá AF ger ekki raskat og ekki á neinar ágjör af þeim Ægir er fín hafsend hvenær er 45-47 að fara að draga í þetta allt saman? 5. des föstudaginn 15. des það verður heilu stund held ég út allt hann verður mættur, hann ætlar að draga þetta er fyrsti fótboltaforseti í Ameríku konan hans auðvitað frá Slóveníu og þetta er fyrsta skipti sem að Ameríkuforseti þekkir leikinn inn og út og þetta verður gert í The Oval Office Washington DC 5. desember þetta verður eitthvað John F. Kennedy Center verður það þar já ég vildi hafa þetta í The Oval Office það verður ekkert í Oval Office ég vil hafa þetta í Oval Office þannig að þetta er að bresta á Norðmenn verða að tala þá upp ákveður núna þetta er feikilega mikilvægt fyrst og síðast fyrir Haaland brandið er auðvitað miklu stærra en það norska landslið og fyrir Haaland brandið er þetta ofbóðslega mikilvægt slum halda áfram Já, Happy Hydrate með Dr. Fútból og hér er það nýja jólabræðið það er jólabræðið, gjör svo vel settu það í AMG brúsaðinn sem að vinni mínir vilduði hafa Ég er að smakka þetta í fyrsta sinn núna úr AMG brúsanum Sko, þetta er bræðið að þessu er hangikjötsbræð jólabræðið frá Má setja 2 stöka? Já, þú þarft ekki 2 Nei, ég þarf ekki 2 Það verðum að nýta Hér er þetta er nýja stöfið frá þeim með hangikjötsbræði Já, hristu þetta Þetta er drullu gott eins og allt sem þeir eru að gera hjá Happy Hydrate Express jólabræðið, ljómandi gott steinefni og sölt Já, maður finnur alveg söltinn og steinefni og sölt, heyrðu þetta er að verða pínulítið köld Förum til Afríku Fyrir hvað stendur þetta? AMG? Það er dýrustu bílarnir frá Mercedes-Benz og þessi maður er komin í þann klúbb Ég þarf að fá með svona Outlander brúsa Nei, ekki, alls ekki gera það Förum til Afríku þar sem að Nígeríumenn eru komnir í úrslitum að komast á HM Býtu, ertu búin að segja skilið við Evrópu? Hvað viltu meira? Ég ætla að ræða aðeins Við ætlum að ræða England þegar við förum í enska boltan eftir Bingo Við rættum það fyrir þátt Bingo í sal Hlusta, það er góð regla Já, í Nígeríumenninu Gabon 4-1 Viktor Osimhen með 2 mörk Ég spurði Eiðsmára í gær hvað djöfurinn er Viktor Osimhen að gera í Galatasaray þegar þú ert með alls konar búðinga sem að fengi stór múf sem sendir á undanförnum árum þá sagði hann að þú veist, og þetta er maður sem þekkir umboðsmannabransan og allt þetta miklu betur en allir hann sagði
þessi stóru klúbar sem eru skráðir í heiminum, annarkvort hlutabréfamarkað annað slíkt, þeir hafa kannski ekki verið tilbúin að borga allt sem að þurfti að gera fyrir Viktor Osimhen. Líklega hefur bara mafían í Napoli geta samið öðruvísi við Galatasaray, heldur með eitthvað af þessum stóru liðum. Svona þegar að sagði þetta, þá fór þetta allt saman að make a sense. Ég hef ekki kannski átt andvöku nætur að pæla í þessu, en ég hef mikið velti fyrir mér hvað djöfulinn Viktor Osimhen að gera í Galatasaray, eins glæsilegu klúbbur og það en eitt besti frammeir í heimi á frábærum aldri aldrei að vera í Galatasaray. Nei, samanlega, hann 26 ára sko, þetta er bara galið. Já, þetta víti til varnar fyrir aðra leikmenn að vera að fara til Napoli ef þú getur ekki komist þannig í burtunum einhverju bulli. Þetta er bara kjaftæði. En manni hefur svo sem alveg grunað Tyrkina að standa oft í einhverjum svona monkey business eða svona, þú veist, einhverjum skrýtnum viðskiptum. Hvað sem fordómana? Já, það var svolítið leðilegt að heyra. Hvað sem fordómana? Skrýtnum viðskiptum. Ég náttúrulega get ekki verið að tjá mig það sem að ég hef heyrt frá leikmunum sem að hafa spilað og annað slíkt, en þú veist, það er margt skrýtið sem að á sér stað í Tyrklandi. Ég held að þetta sé svona töluvert nær því sem er að gerast til dæmis í Miðausturlöndum og annað, hvað var að greiðslur og annað. Já. Ertu að tala kúltúrin? Nei, ég meina, kúltúrin alltaf góð. Ég meina, ef þú vilt einhvers stað að spila fyrir die-hard stuðningsmenn, að þá myndi ég fara til Tyrklands. Þú veist, hvað sem að það er körfubolti eða fótbolti eða blag, sko. Blagi í Tyrklandi er risastórt. Nýgri menn hentu þarna Gabon mönnum út, Lemina skoraði fyrir Gabon. Þeir munum mæta Kongómönnum í úrslitum því að Kongó gerðu sér lítið fyrir og köstuðu Kamerúnum út. Og ég veit að þetta var, þetta sigumark Chancel Mbemba því var fagnað meðan annars á Old Trafford, þá fær Brian Mbeumo heilt sumar til að hvíla sig og gera sig kláran fyrir næstu leiktíð. Það er oft talað að dodge a bullet, bara hafa sloppið við að fá byssukúlu í ennið. Ég verð að viðurkenna það að Manchester United með því að losna við að taka við hennan Baleba-strák sem alltaf verið að taka út af hálfleik. Ég sagði, mínum menn í Afríku fara nú ekki að taka hann út af hálfleik. Jú, húkað í hálfleik. Og sko, ekkert eitthvað bara takan. Ég meina, var ekki verðmiðin í kringum 100 Jú, bara svona Brighton verðmiði sig. Já. Ég meina, sant, sko. Höfum við áður síðan einhverju dodge a bullet like that? Já, Arsenal Mudryk. Já, Mudryk er frábærleikmaður. Hann mögulega Arsenal klára mótið þeir fengja. Hjörvar. Mudryk sko er í 4 ára banni, hann er algjör rugl, hann er hörmulegur, Arsenal ætlaði að fara upp í 100 milljónir. Auðvitað dodsuður búllit þar. Mögulega hann klára deildina. En líka bara, maður veit aldrei. Maður líka bara leikmenn sem að koma frá þessu svæði og spila fyrir þennan klúbb. Ég held að þetta sé, og sérstaklega á þessum tíma sem hann var að fara frá sektor. Þetta sé bara mjög erfitt og hann er greinilega ekki alveg á réttum stað. Michael Mudryk. Það var Baleba allavega. Ég myndi samt ekki að afskrifa að Baleba. Nei. Það er hausin aðeins fókt eftir sumarklukkan. Hann kemur aftur. Sko, nú er þetta bara Afrikakeppni strax í næsta mánuði. Haldið þetta af áhrif á Kamerúna? Nei. Ég er að djóki ykkur, það er saman. Þetta var svona boltinn með Guðna Berg spurning þegar að Heimir Karlsson var oft svona Derby County. Þeir eru bara með flott líð. Já, Darby-liðið, svo kom eitthvað 3 minna rant Darby County. Þú varst tilbúin að velta þessum steinu. Já, það var tilbúin að velta þessum steinu og það er þess að elskar líka þjóðin Gunnar Birgisson. Nei. Kamerún topp 4-5 lið. Og eru mjög góður. Fílabeinsturundir Senegal, Egyptaland. Já, þannig að þeir eru með hörkulið. Þeir eru við slum fara í smass eða pass. Og Níkarja náttúrulega. Æ, við erum hérna. Nei, við slum ekki vera hérna, við erum hérna. 3 lög þarna. Já, það komið 3 lög, þetta er smá mix. Smass eða pass, norska nammið góða, þetta er geðveikt, það er að segja þetta súkulega húða dæmi, en best er þetta í löngu plötun. Já, samanlega. Setur það inn í ískáp, geymir það í ískáp í svona 12 til 18 mínútur, tekur úr ískápnum, jaflar. Wow. Og ég átt æðislega stund með sjálfu þeir. Passa engin annars í heima, þannig að maður sé bara einn svona. Einn heima með mjólk með þessu. Já, ég mæli með Pepsi Maxi. En við slum skoða Smash eða Pass KR Edition. Þið eru eigendur, KR, allur pakkin. Við slum byrja á Jökli Andresinni. Smash or Pass? Smash á mig.
Já, ég hugsa sem að hvaða lið sem myndu alltaf í huga Jökul ef að það, þú veist, markmannstaðan væri laus en er það tala bara með að við núverandi að öllu óbreyttu? Já, smash eða pass alltaf pass Segir pass? Af hverju? Þú sér það XG-ið hjá þeim, sko, þeir átt að fá sig bara 20 minna Ég veit það Ég held bara að Jökull hendi ekki í þennan bolta Það er að segja að Er ekki allir hættir sem bolta og nú vilja bara markmann sem ver? Er ekki þetta Donnarumma-dæmi búin að breyta öllu? Jú, mögulega Flottu punktur En þú vilt sé pass? Já, ég held að hann sé betur settu bara í Víking til dæmis Já. Ég held að hann sé betur settu Þú er aldrei verið jökulsmaður? Jú, ég er bara ekkert eðlileg Ég þjálfaði hennan dreng og bara stórkostlegur Ég er bara að meta út frá núverandi aðstöð Ég er samt að Þú vilt ekki sjá hann í Vesturbænum? Jú, en ég er að tala um Smash Já, það er eitthvað að bakvið þetta Nei, það er ekkert að bakvið þetta Ég hugsa bara eins og, þú veist, Víkingur þess vegna Stjarnan, þú veist bara ég held að það sé fleiri lið sem að henda honum betur Já, við skoðum Eða erlendis Róbert Orri Þorkelsson Smash or pass Hvað segjum það? Hvað ættu káringar að gera? Þetta gat þar sikt í Vesturbænum í allt sumar Hvað káringar að gera þarna? Er þetta smash ég sé aftur or pass? Smash Já, við sinni afturstu línu hann getur verið þarna sem vinstri bakur er Hafsend Ég sé alveg klálega smash En ekki bara á fínum stað Jú, við erum samt að hugsa bara finna þetta fyrir káa Ég gæti alveg ímynda mér að Víkinga verið til að losa Af hverju heldur það sé? Ég er bara út af bara skroknum ánum og hérna, þú veist, ég held þessi leikmaður sé available og við vitum allar að Óskar er mikill aðdáandi hvað gerir hann? Smash or pass? Pass Já Ég þarf að mæta upp í Mosó og reyna aðeins að róa Þetta er ekkert með það að gera Ég bara taka Birki Ég er að reyna að lesa Ég er að reyna að lesa hvað Káir er að gera Ok, reynum að skoða einhverju leikmenn sem þeir getur vilja Jón Daði Böðvarsson Smash or pass? Smash Já, bara fyrir öllið Jón Daði Böðvarsson er smash Ég er eitthvað sem segir mér hann eiga eftir að eiga erfitt með að gýra sig að fara að þjálfa að æfa sig fyrir C-deild Ég held að þurfi challenge Eitt tímabil og svo getur hann mætti aftur á Selfoss Fara bara að lána eitthvað Fara bara að lán í ár Förum á skoðum fjórðarleikmannin í þessu öllu saman og fjórðarleikmannin er þið tilbúin í nýjastrákur? Já Það er Ég er ekki með mynd á honum Það er hinn eini sanni Kári Kristjánsson leikmaður Þróttar ungur, öflugur skoraði þetta minna í árinni fyrir að raða inn en var auðvitað besti leikmaður í þessu liði sem að fóru auðvitað voru svo grátlega nált bara vinna deildina, grátlega nált þessu öllu hvað tækið þið? Kári eru náttúrulega svona svolítið best mannaðir þarna sko en hérna Er það? Já, ég segi smass Smass? Já, smass líka, er vel mannaðir þarna Náttúrulega Præst er að fara aftur heim Danmörku, mistu Jóa Orri er að koma inn í glugganum hann er svona Það er einhver sem við erum að gleyma svona Þeir eru búnir að sækja einhvern veginn ekki Þeir eru alltaf fengun Orra Já, í glugganum, en í Midsommar Það er eitthvað nafn sem ég er að gleyma Þeir eru náttúrulega með Araþórð og Já Ég segi það Smass á þetta Smass á Kára Nó af smassi, aðeins af passi Albert Ingersson veitir alla þessar leikmennin í Vesturbæn Já Þeir voru næstu í fallnir sko Já Bring them on Bring them on Þá er ekki lausnin samt að sækja bara sækja sko. Leipun Bæta í hópinn Þetta er ekkert með að gera hvað mér finnst um hérna, Róbert og Jökul Þetta er heifanlegt afl 100% Það er nú bara einu sinni þannig Við slum fara í íslenska boltan Það er nóg að vera í íslenska boltan kjarnanfæði og doktorfútból jóladag hangi kjöt og franskarnar Við erum að vinna lag úr í bjöflæginu jóladag hangi kjöt og franskarnar Svo vantar mér restina Settu upp stúfin beint í malakútin minn syngjum áfram jóladag áfram hangi kjöt Þegar það er ekki húsaukur kjöt í matabóðum þá labba ég út
þá segir það, takk hérlega fyrir mig Sama ég gerir þeirra ekki Pepsi Ég get ekki borðað þetta, ég er farinn Takk hérlega fyrir mig Gaman að sjá okkur Gaman að sjá okkur Ég ætla í kalt heima hjá mér Herði, Diego Montiel mættur í Káa Þetta stórskemmtilega leikmaður í vestra í sumar Já, svona einn af þeim sem var hvað skemmtilegast að horfa á í þessu vestarliði Hann, Daði, Ágúst Þetta voru svona leikmenn sem að gátu svolítið sprengt upp fram á við í þau skipti sem að vestir fóru yfir Já, kemur að 10 mörkum hjá vestra í sumar og missa náttúrulega Birnisnær að fá hann inn á vinstri-kantinn Staðurinn sem að margir hafa gaman á Diego Montiel eins og nafnið ber gefur til kynna hann sví bara vil þessi heimur í dag bara orðin eitthvað þannig það ekki þetta treyst á eitt alveg svo Hausinn gefur til kynna hann spænskur bara frá Pítjó eða eitthvað í Svíþjóð Marja Ósunöðun hann er hins vegar alveg Þarna myndi ég til dæmis halda að það væri fullkomið fitt fyrir til dæmis Jökul Andersson að koma það inn En allir myndu að því að þú stannum að henda á svona þegar voru með Sindra lengi sem að svona er stóru stæðilug kýper og það gekk ekki alveg Nei, en ég held samt að Jökull plömmi sig sama hvar hann fer Ég held að hann sé bara þannig og hann líka, það sem hann mun gera er að hann mun ná öllu með sér einhvern veginn Þeir reynda að fá Jökull í fyrra Víkingandi bauðu í Viktor Frey aðalmarkmann fram hann lítur náttúrulega að vilja bara vera aðalmarkmann fram og hérna Er það? Já, það ekki Myndi maður ekki sem markmaður á einhverju tímabúti hugsa bara, heyrðu, I'm a better myself þú veist, og ég ætla bara að reyna að koma með fyrir í besta liði landsins Já, meina, hvað er Ingvar orðin? 37? Ekki verða 36 36 ára? Ekki verða 37 Hann hefur alltaf verið aðeins að meiðast og svona, bara, þú veist ég myndi alveg skilja að Viktor myndi vilja fara þangað Já held ég, Ingvar auðvitað er 36 ára 37 á næstari algjörlega stórkostlegur í sumar og kveikti í vikingsliðinu þegar að leið á tímabilið Já, þetta er líka bara dauðafæri að horfa kannski 1-2 skref fram í tíman þó að það þýðir kannski bekkja sitt á næsta tímabili að það náttúrulega verður Ingvar ekki þarna þú veist Já Ég menn þetta er mjög að síðast að tímabilið hans Stabak hefur áhuga á Gísmit markvarða kapallinn á fleygiferð skemmtilegur Já, þetta er áhugavert ég meina, maður veist þegar Stabæk var bara alvöru unit í norsku fótbolta en þeir hafa verið í smá brekku undan fyrir ár Fara aðeins upp, hvað hérna hvaða, byrju Emil á reynslu til sænsku meistaranum Svona Gauta Þorvar Já hann er að fara á reynslu til Mjölby Já Þetta er efnilegu drengur fættur 2010 Já Öflugt inntak Já, Gauti Þorvarsson auðvitað fyrir leikmaður inn í Sænginni og gerðu góða hluti þar Já, en svo bara annað, þú veist, ég meina Damir, hvað endar hann? Þór og Njarðvík hafa verið svona orðið eitthvað við hans krafta Ætla þá Njarðvíkingar að mæta með Damir og Íða Aron Það var erfitt að skora þar og Aron í markinu, væntanlega Já, kemur ekkert óvart að Davíð Smári myndi líka segja Morten Hansen Nei, það kemur ekki óvart komið 3 alvöru hafsenda Hann mun pottitt kroppa í eitthvað af þessum leikmönnum sínum sem að voru þarna hjá Vestra Við vorum að ræða Július Marinn daginn að hérna var komið vermið á eða svona Óskar væri tilbúin að skoða að láta hann fara maður það núna Blikar séu alveg að skoða það að koma upp tilbúið Já, ok Svo er þetta mikið verið að tala um hérna hvernig datt þetta út úr hausnum á mér Vá, ég er Steipan að fara að harna Já, ég ætla að fara að segja, Steipan að fara að harna Hvað lið? Nei, já, Túfa Já Eitthvað var að spyrja hákáðingan og njárvíkingan út í þetta og þeir eru alltaf að segja já, Túfa er alltaf að tala um eitthvað sem getur gest í Svíþjóð Hvað er það í Svíþjóð? Vitið hvað það er? Nei, en er tala um þá Túfa þjálfaran? Já Það er vendalega bara eftir þennan tíma í Öster Nei, ég er svo sem áttum ekki á því hvort að það sé í efstu eða næstu deild í Svíþjóð Nei Og svo er allir Sigurjóns mögulega á leiðinni heim Þorpið Já, heim í Þorpið Já Ég fór fram Hvað er með þess að Arnó Gauta fréttir hérna Gunnar Birgisson? Ég skil það nú ekki sko Hann var 1 ár eftir á samningi Maður er að heyra það bleika sér tilbúin að selja hann Já, kemur mikið á það að fara úr því að vera eila byrjulegsmaður yfir það að fara yfir í Skaga Já, og svo bara, já líka bara með blika
ok, taka ekki Gísla yngi upp og svo selja það hlýtur að þurfa að draga saman seglin eitthvað brass Breiðabliki já, það ekki, bara engin Evrópa, það bara högg í bókhaldið það þarf að sína væntanlega ég ætla nú að vona að bókhaldið sé nú ekki reikið út frá Evrópu keppnum Nei, og svo þetta að kostna samt líka að láta Dóra fara, þannig að það er margt í þessu, þannig að það þarf að passa peningamálin það þarf að passa það aðhald í fjármálum já það það sem að mitt heimili allavega já, þannig rekur þú þitt heimili já, og það ekki margir 25 ára sem búi í 4 herbyggi íbúð en þannig maður fór bara að hugsa sjálfans í sömu spórum og bara, hann var í 4 herbyggi bara og naut lífsins í leiðinu já, hann hefur það gott og hefur líka unnið fyrir því, heldur betur að hafa það gott höldum áfram, förum í enska boltan því að Volt eru með Dóttar Fútból, það er einhver risa tilkynning á leiðinu frá Volt, ég var alltaf að bíða eftir henni massív tilkynning frá Volt já, heimsendir hambúrgarar það er náttúrulega svo sem þekkt stef hjá okkar mönnum og lífið, það bragðast jú betur með Volt já, maður hefur fundið það heldur betur, englendingar unnu Serbana 2-0 og þægilegt auðvelt mjög þægilegt og náttúrulega Bukayo Saka kannski stóra fréttin í þessu að hann er núna búinn að skora jafn mikið að mörkum fyrir England og til dæmis Paul Scholes vantar 3 mörk til þess að jafna David Beckham ég held að svona kannski virðingin sem að Bukayo Saka svona fær oft á tíðu að tala hvort það sé world class og eitthvað svona hvort hann sé á þessum standard og eitthvað hann er 24 ára gamall og það að vera að koma með 14 mörk fyrir England á það er ótrúlegt það er bara ég þarf að fá mér sæti þetta búlis, þetta með eitthvað þægilegt stól fyrir ég er svo ánæður og tókst þennan mólækunni Tómi Þórats var að fóður okkur þennan móla í gær og Arteta Sarmi svo sagði, þetta hendar vel í dokk ég sagði, já Tómi, þetta er alveg hárrétt þér þetta hendar mjög vel í dokk en auðvitað, já, skoraði hann með reglífinni í gær og það var svo Esi sem skoraði toppmark með reglífinni, hann bara hitt hann ekki hann fór með á sköflunum á hann Esi marki var geðveikt þetta tilur allt það tilur og það er sem er málið þetta ekki skora mikið opnuleik heima fyrir en virðist prófastur undir stjórn Thomas Tuchel sem að segist ekki vera búið til 11 manna lið heldur I'm not building an 11 side I'm building a team og hann heldur þetta er ennþá óþægilegt á milli hans og Jude Bellingham þetta er einhvern veginn algjörlega bilað og svo var hann bara farin að tala Foden sem sendir það er svona svo staða sem hann sér hann fyrir sér í nú í ensku deildinni er einhverjar fréttir úr enska boltanum per se sem að hafa vakið athygli ykkar í vikunni Nei, það er bara þetta Robert Watts dæmi já. Það er nú ekkert annað þetta er nú búið að vera rosa já, maður bara saknar enska boltans einhvern veginn fá hann í gang aftur fá hann sem fyrst aftur í gang Já, það er þetta komið spenna aftur í deildina eftir þetta óvænta jafntefli Sunderland og Arsenal. Geta óvænt við það svo sem en hérna Þú ætlar að vinna Sunderland þá ertu að pressa í döðlur United liði fópar í þá maður og mann pressaður í döðlur setja upp að kalana og svo ertu alveg að róta á allir Það er enska boltan, þá er Anthony Taylor að fara að dæma úrslitaleik Úkraínu og Íslands Já, það hefði verið til eitthvað pólskan, dómar eða ítalskan Já Nú, Paketta hefur ansið að tjá sig þetta bull Þetta veðmála dæmi hana Já, hann bara, þú veist, segir þetta bara algjör skandall frá aðtilu Þetta er náttúrulega, já þessar klippur sem að fóru í lofti lítur náttúrulega agalega út fyrir hann Já. En já, þetta er bara Paketta, við viljum hafa hann inn á vellinu Já, maður sjá og kannski góða frétti fyrir ykkur 2 Riyad Mahrez og frú voru að fjölga í heiminum Já, þetta eru frábæra fréttir Já, þetta, ég leiðu ég sjá þetta og ég verð nú að segja mínum mannum frá þessu því ég veit að þetta gleðu þá Þú þekkir okkur vel þetta er alveg viðurkennt það Já, við förum núna næst í vinnara og lúsera vikunar Einar á eru svo sannlega vinnara því að þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera betur betur í dag en í gær Einar á þetta má vinnarar er að sjálfsögðu boltamaðurinn sem er með stóra daginn á morgun Mats Attacks daginn
Gunnar Birgisson að sjálfsögðu vinnar fyrir að vunna körfuboltan. Heldur betur. Já, og ég ætla nú að fá, ef það er í lagi eitthvað vegna, þá ætla ég að fá að sitja Auðun Blöndal líka. Þetta var frábær leikur og gæða mikill. Hann harður en Auðun Blöndal. Ég sagði við hann, I wouldn't get near a 31-year-old í dag. Bara að það eru aðra skepnur. Hann var líka nýkomin heim úr einhverju brúðkaupsferð þarna. Þetta var... Þú er signature move. Ég kannski þetta verið sópur. Gatherstep, já, nei, þegar maður tekur hann svona upp og já, hvað kallar þetta? Svona gatherstep, eða svona high hop gatherstep heitir þetta. Þetta er kent, vissulega, jú, þetta er kent, en fáið sem hann á tökum á þessu. Ég var hrósað Birni Braga fyrir góðan brandara, ég var að gera grín á naflan, þar sem hann sagði hann hefði einu svona hitt hann og æst eitthvað í honum, hafið séð þetta, og nafli, maður sé ekki eftir þessu, eins einlega og nafli og fara, nei, þú kýldi mig, beint í öklan. Það var svo einlagt neið frá nafla, ég fekk vont í hjarta mitt en svo gæti ég hlegið. Hann veit hann heldur betur. William Steindorsson einn af vinnurum vikur, hann komin í samtalið að fara í undir 21 landsliðu að allt verið í vesinni þar og nú það William Steindorsson, við erum að reyna að vinna í því að fá hann langafans, Íslendingur og við þurfum að fá hann inn. Já, það væri mjög gaman að fá hann inn. Hann öfluga leikmann frá Ljungby. Þið fleiri vinnara fyrir mig í þessu öllu saman drengi mínir eða lúsera. Það í eitthvað vegna að ég kom með konu? Já, það svo sannlega. Það betra. Já, það ekki betra? Jú, takk. Þetta gott umhverju hérna. Glódís Perla. Já. Ámileit vinnar fyrir Bayern gegn Arsenal. Já. 3-2 sigri. Hún vinnar. Heimir Hallgrímsson vinnar. Heimir Hallgrímsson risa vinnir. Jóhann Berg, náttúrulega. Það sjálfsögðu. Fyrir 100 landsleiki. Longevity. Spurning hvort að við setjum Cristiano Ronaldo í lúsaraflokkin. Cristiano Ronaldo í heyrðu þetta gamalmenna ég fæ þetta frá Hafa sko Hafa, þetta byrjuði að horfa á Felix þetta var alveg það svo klara heyrðu, sko mér leittist nú að sjá látalætin í DeAndre Kane upp í Breiðholti í gær. Hvað var hann að gera? Hann var látin hann var reykir út úr húsi og sparkaði í ruslatunnur og einhver svona döða hluti svona þótti það ekki við hæfi. Þannig að kannski setjum hann í lúsaraflokkin bara þessa vikuna. Já. Það er lagi eitthvað vegna. Já, það er áhugavert. DeAndre Kane, hann er alltaf í fréttum. Hann er mjög oft í fréttum, já. Mjög oft í fréttum. Skemmtilegur fíl þar á ferðinni, svona lífgar upp á móti. Já, ég veit frekar að hann er vinnur fyrir þetta. Herðu, ég ætla að setja annan í vinnur sem að Kitty Óskars. Hann er alltaf svo glæsilegur á hlautinu. Hann var að dæma hann að leik sko í gær. Já. Ég ætla að setja hann í vinnurflokk. Hann er frændi minn sko. Já, ég veit það. Hann dæmdi líka, ég held að hann sé komið 900 leiki eða eitthvað. Í efstu deild eða eitthvað svona. Eða mögulega á ferlinu, ég veit það ekki. Hann setti inn einhver status daginn. Herru, Raggi Sigurvinnur, hann er ennþá á topnum með U17-lið AGF. Já, þar er vinnur á ferðinni. Já, sko, við erum með nokkra þjálfara þarna úti. Ég meina Michael John Kingdon er náttúrulega líka þarna með Lyngby. Það U19-lið. Já, það er bara nokkuð öflugt sko, að vera með, og þeir eru bara eitt besta liðið í Danmörku í U19. Lyngby? Já. Mike skólinn er góður skóli. Það er margir komið þar upp. Pakkaði þeim saman hérna daginn. Þannig að sjá þetta á Kingdon. Já, það held ég. Höldum áfram og förum í nei eða já. Já, förum í nei eða já og gerum það að sjálfsögðu svo alltaf með Æsver. Hversu stressaðir eru þið bræður eftir City sigurinn síðustu helgi? Spyr Ágúst Ásbjörnsson. Ég segi nei. Nei, ég segi mjög stressaður. Já. Ég er ekki stressaður. Ertu ekki stressaður fyrir þessu sitili? Nei. Nú er AI slakkfær á bassa. Á bassa? Já. Slakkfær? Já, get ég? Já, ég geggjör að bassa. Nei, bassa. Nei, ég var ekki trommur. Nei, ég kann ekki að bassa. Hvað meina? Ég veit ekki að hverju fyrir trommuna. Fer Davíð Smári með Njarðvík í best deildinni í fyrstu tilraun? Nei það já.
Nei, mitt gisk. Diðrik Rúnar spyr verða fylkismenn fyrir ofan Völsung á næsta tímabili. Góður. Já. Heldur að þeir vippi sér fyrir ofan? Já, ég held það. Myndu Albert og Gunni vilja kalla Fabio Vieira tilbaka á láni? Alls ekki. Nei. Alls ekki, vil aldrei sjá hann mann aftur. Ekki samspila. Til Hjörvars, hvor er meiri, stærri maður í návi í Hólandi eða Van Dijk? Ég myndi segja Hóland. Já, það ekki? Jó, hann er allir svona meiri einhvern veginn svona. Er eðlilegt að við Palace-menn séum með samvinskupið að fengi 80 miljónum punda tilbúð frá Arsenal fyrir 32 ára ESI? Nei. Ég sé náttúrulega alls ekki 32 ára og 80 miljónum punda 27 ára gamall. Og þetta voru ekki 80 miljónir. Þannig að ekki það sem eitthvað sens. Albert, þetta er góður að dansa Michael Jackson og bróðin. Nei, það var engin séns í Gita Jackson. Ég man eftir þegar hann mætti Hemma Gunn. Það var geðugur. Það fekk hann segða þarna, sko. Það var hann alveg krikki. Dan Ballard, the one that got away, spyr Jakob Axel. Nei. Eru mínir menn líklegir að nota kjötmælinn helgina? Ég hef aldrei notað kjötmæli. Ég hefði þurft að nota hann. Ég fokkaði upp nautalund í fyrsta sinn ever á grillinu á sunnudaginn síðasta og dagurinn var ónýtur. Ert þú að nota kjötmæli, Hjörvar? Nei, ég gerir þetta meira á svona tilfinningu. Já, ég nota tilfinningu. Já, ég fer eftir því líka. Ég geri það alltaf þannig en ég gæti þurft að kaupa mig kjötmæli. Þetta sveið svolítið. Bruno Fernandes með KC 100 leikja tribute til Jóa Berg í story á Instagram. Er það toppurinn? Spyr Ásgeir Haukur og Guðmundsson. Já, það er toppurinn. Er Gunni orðin eins konar talsmaður fótbolta yngri flokkum á Íslandi eftir frábæra tillur í Dog Sports Business þættinum fyrir vikunni? Já, ég segja já. Það má alveg hrósa líka Gunna fyrir það. Hann er þetta vinnur vikunar. Velgerð Gunni, stóðstu frábærlega þar. Það var frábær þáttur. Já, ég fengi mikið viðbröð. Maður fann fyrir þessu passjóni hjá þér, Gunni. Má ég samt bæta aðeins við þá umræðu. Af því þegar Hjörvar fór að tala hvernig hann var að stýra liðinu og allt til þess að vinna. Já. Það er ekkert svo langt sem ég var orkumótinu, sko. Ég tengdi rosalega mikið við Hjörvar þar, sko. Ég var alveg, sko, ég vissi hvað ég var sterkast. Ég let mína gæja söffera, sko. Það var bara low block og allt fyrir stíðin, sko. Guðmar Gauti var liðinu mínu, sko. Ég var ekkert að rótra liðinu, hann spilaði alla mínútur. Ég vissi veikleika, langa bolti hérna litla. Þú veist, það er bara hérna handjátt af vikunni. Þannig ég tengdi rosalega við Hjörvar þarna. Hann voru til í að gera allt til að vinna fótboltaleiki á þeim tíma. En ég bara fyrir 5 árum, sko. Ég er hins vegar alveg sammála þessu. Það er margt í þessu sem við getum gert ábyggilega betur en ég held að sé líka margt sem er alveg hrikalega vel gert hérna á Íslandi. Já. Það er alveg klárt. Já, við förum í El Grandi með vinum mínum í hérna, það er að sjálfsögðu vinum mínir á kemi.is. Kemi mættur heim frá Florida. Viltu gott að fá hann heim? Já, gott að fá hann heim og hann er mættur aftur upp í Kemi og farin að njóta sín á ný þar. Við ætlum að borða saman á 50-daginn og aðeins að fara yfir stöðuna, fara yfir sviðið og ræða hvað má betur fara, hvað gengur vel og allt á milli himins og jarðar. Hann á einmitt spurninguna í dag. Ok. Sem er frá hérna, sem er nei eða já. Nei, sem er ekkert nei eða já, sem er bara El Grandi og El Grandi dagsins. Hann er einfaldur. Það eru frakkar, því að frakkar gerðu okkur mikinn greiða í gær sem hafa spilað fyrir Arsenal. Já. Hvorgar vill byrja? Ég ætla bara að leyfa ykkur bara að finna út úr þessu sjálfur. Ég skal byrja. Já, þú skalt gera það. Ok, gjör svo vel. Ég segi Henry. Já, Viltort. Emmanuel Petit. Clichy. Sami Nasi. Silvestre. William Gallas. Alia Dere. Robert Pires.
Saliba. Herðu, má ég að sjá, var Vieira kominn? Patrik Vieira, var hann kominn? Ná, hann var ekki Hann var ekki kominn, Vieira Patrik er Vieira. komin. Hvað er ég komin í bras? Debucci. Já, kongurinn. Debucci. Var hann ekki frakki? Jú, hann er frakki. Já. Hann er frakki. Sorry, já. Gils Grimandi. Nei, Matteo Flamini. Hefðu, hvað er ég að gera þarna? Já, Grimandi. Já. Hvað er ég að gera? Já, hérna. Sko. Þarna, já. Hvað er með það? Pascal Sigan var frakkið ekki? Jú. Við hefum bara þann myndalega eftir Giroud. Já. Oliver Giroud. Shit. Hverja fleiri höfum við átt? Hverju frakkar? Bakverðinni komnir? Hver sem hefur farið eitthvað, gert eitthvað? Býtu aðeins, gef mér smá hérna. Við spilum El Grandi. 6 sekundna warning. Var Silvi Viltort kominn? Já, ég kom með Hann var kominn. 3 ár. Fransas Kokkolan? Nei, jú. Francis Coquelin. Er hann ekki frakki? Hann er frakki. Hann hljómar eins og hann sé Hvað, er hann frakki mögulega með spænst ríksvang? Francis Coquelin er franskur. Francis Coquelin, glæsilega gert undir svona tæpur á tíma þarna. Mjög. Já, mjög tæpur á tíma, ég viðurkenni það. Ég var nefnilega að nýta tíman til að hugsa sjálfur sko. Já. Það er eiginlega ekkert að poppa upp eigum við eitthvað að sprengja eftir eitthvað kanónu. Herðu Koscielny, wow. Gunni, Já. ég er að hjálpa þess. Akkur það hjálpa hann samt? Nei, bara þykir ventum hann. Ég gerði þetta fyrir þig líka. Þú horfði bara ekki á mig. Ég var að reyna að horfa á Ég þig. veit það, ég vil líka hjálpa. Ég ætla að gefa þér 7 sekundir viðbót. Og El Grandi með kemi.is. Við erum alveg að detta í föstudags skýrin. Báði búin að standa sig ótrúlega vel. Ég held ég var það. Ég gat ekki haft þögnina lengur hér í stúdíun okkar á góða Túborgin að vera volgur. Það var þannig að laga sett. Já, laga sett. Var Anelka komin? Nei, Anelka var ekki komin. Anelka var ekki, ég var hérna. Það var þetta ekki fagnir þess. Af hverju fór ég Palmer hérna samt? Hérna, Sanogo, var hann frakki? Já. Það ekki? Jú, Sanogo, Bakari Sanja. Var kongurinn Guendouzi mættur? Nei, Guendouzi var ekki mættur. Almáttur. Það er svona að reyna að gleyma bara þeim tíma. Já. Guendouzi tímanum. Já. Maður hefði alltaf viljað að hafa kongir á nefnst. Já, ég er alveg samanlega. En var Abu Dhabi mættur? Nei, Diaby var ekki mættur. Þannig að það var alveg á einhver eftir. Sannleikurinn er sagna bestur. Var hann kominn? Nei, Nei, hann kom ekki. Hann kom ekki. Ég gef En við spiluðum báðu vel. Já, 6 sekund. Við spiluðum báðu vel. Þetta var glæsilegt hjá okkur báðum. Það eru þetta Dogsum á sunnudaginn. Þangað til verð ég bara á Matza Tax-deginum góða. Verð bara þar. Eða í nokkubúðinni í Smáralindinni. Pop-up, já. Pop-up. Takk fyrir báðu tveir. Takk.